Ég kynni mig aftur alveg, ég heiti Snæbjörn og kenni jarðfræði hérna í Vísindasmiðjunni og búinn að kenna frá stofnun og í Háskóla lestinni, Háskóla unga fólksins, biofilju og fleira. Ég starfa líka sem jarðfræðingur hjá rannsóknarstofu hjá Mannviti, verkfræðistofu og kenni í endurmenntun og annað. Það sem ég ætlaði aðeins að tala hérna svona helstu áhersluatriðin sem ég nýti mér í jarðfræðikennslu hérna í Vísindasmiðjunni og í Háskóla unga fólksins. Það sem að á hvaða stigi eru þið hans? Já, efsta. Leikskóla, einmitt, nákvæmlega. Rosalega breitt svið, æðislegt. Það sem ég hef komist að, eða maður finnur að krakkarnir eru á mjög mismunandi stað, en ég reyna að kenna þetta aðalega út frá annars vegar Íslandi og af hverju, hvernig Ísland myndað, af hverju og svona, og svo mikið út frá steinum, steingervingum og þess háttar. Og þá tek ég kannski aðeins annað sjónarhorn, meira í áttina að skoða tímann og þróun og manninn og samband okkar við náttúruna, sem ég veist mjög áhugavert. Það sem ég ætla að byrja á að sýna ykkur er það sem ég nota langmest sjálfur, og það er Google Earth eða Google Maps. Hafið þið notað það í kennslu? Aðeins, já. Þannig að einhver ykkar þekkið þá hversu öflugt tæki þetta er. Ef þið farið inn á Google Maps og þá fáið þetta bara þetta klassíska kort. Ég byrja yfirleitt á að sýna þeim bara jörðina og hérna tala ég gjarnan Ísland, stöðu þess bara á jörðinni og af hverju Ísland er Evrópuland en af hverju það í rauninni ekki. Og fæði til þess að kannski skora á þessar viðteknu hugmyndir þeirra, já, Ísland í Evrópu, en Ísland auðvitað mitt á milli Íslands Evrópu og Norður-Ameríku. Það sem maður hefur kemst að krakkarnir vita stundum fer maður hópa sem að þekki þetta alveg út í gegn. Yfirleitt fer maður vita allir eitthvað og þessi fólk sem þekkir helst er þessi lína sem liggur í gegnum landið. Og það er rosalega gaman að vinna með hana og reynum að fá þau til þess að velta því fyrir sér hvaða lína þetta sé og af hverju hún er þarna, hvort hún sé bara á Íslandi. Einhvern tímann spurði ég voru krakkarnir búin að segja mér, þau vissu þetta, Ísland væri að fara í sundur og ég spurði, er einhver fleiri lönd þar sem flekarnir eru að fara í sundur eða saman og þau vissu að víða heim eru flekarnir að klessa saman, og þá var að reyna að fá þau til að skoða af hverju, hvort að Ísland væri eitthvað sérstakt í þessu tilliti. Og átti að segja á því að Ísland er rauninni eini staðurinn á jörðinni eða nánast eini staðurinn þar sem við sjáum flekarna vera að fara í sundur á fullu. En þá þetta kom þessi rökvilla að það væri þá miklu algengara að flekarnir væri að fara saman, sem auðvitað ekki rétt því að flekarnir hljóta að vera jafn mikið að fara í sundur eins og fara saman. Og ástæðan fyrir því að flekarnir, það er miklu algengara að sjá flekaskil þar sem flekarnir klessa saman er vegna þess að flekaskil þar sem þau fara í sundur er auðvitað meira og minna bara neðansjávar. Og á svona korti þá auðvitað sjáum við ekkert flekana. En það er rosalega fínt að kenna það út frá bara heimsálfunum. Krakkarnir þekkja meira og minna auðvitað Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Afríku, Asíu og Ástralíu og ef þau þekkja heimsálfurnar þá þekkja þau flekana stærstu. Því að hver og ein heimsála er rauninni einn fleki. Við erum með Suður-Ameríku, Norður-Ameríku-flekan, Afríku-flekan, Ástralíu-flekan, Suðurskautsflekan. Eini stóri fleki jarðar sem er ekki heimsála er þessi Kyrrahafsflekinn, sem er bara vatn.
meira og minna. En við sjáum auðvitað ekkert flekaskilin á Google Maps. Það sem við gerum að ég nota Google Earth, byrja að zooma inn á Ísland og sýna þeim landið og fá þau til að átta sig á því að þau eru að horfa á loftmynd en ekki kort. Krakkarnir mér finnst þetta mjög mikilvægur munur því að á korti þá væri þetta myndi grænt tákna láglendi og brúnt hálendi. Hérna er þetta bara gróðursnaut, við erum í jökla, vötn, ár. Og Google Earth, fyrst þetta komið fram, ég man ekki hvenær, 10-15 ár síðan, þá voru loftmyndir af allri jörðinni. Þetta er misgóð gæði og allt það. En fyrir nokkrum árum þá skiptuðu loftmyndum af sjónum út. En í staðinn fyrir að vera með loftmyndir af sjónum þar sem maður sá ekkert nema bara öldur og skip og svoleiðis, að þá skiptuðu þeim út fyrir eiginlega alveg brilljant kort sem hafsbotnskort af jörðinni. Og auðvitað við það sem maður myndi kannski halda þá er ekki nema brot af þessum gögnum sem að liggja í svona hafsbotnskorti. Hérna sjáum við þetta ljósbláa, þetta er grunnsvæðin, dökkbláður og dýpri. Það er ekki nema held 8% af þessum dýptargögnum eru fengin með sónarmælingum, skipum. Afgangurinn er fæst út frá óreglu í braut gervihnatta kringum jörðina. Þeir flökta örlítið eftir hversu djúpt er niður á hafsbotn. Og þá er búið að teikna upp eins og tölvumynd og það er hægt að leika sér alveg endalaust með þetta. Hérna sér maður strax flekaskil Norður-Atlantshafi sem er þessi lína á milli Grænlands og Noregs. Og ég ætla eiginlega, hvað eru mörg? 4, 5, 6, jú, heyrðu, einn á mann hérna. Google Earth er óþægilegt að einu leyti að maður er alltaf með þetta sem hnött. Ef þið farið á Google Maps, eins og hérna bara. Ef þið myndið opna Google Maps í tölvu og farið inn á Google Earth, þá fengjum þið þetta hérna sjónarhorn. Þetta er handónýtt fyrir jarðfræðikennslu. Vegna þess að nema maður sé mjög nálægt leiðu þið séð út, þá fáið þessa skýjahulu hérna sem að hylur allt. Þetta er enda brilljant að skoða fjarlægðir á milli staða á hnetti. Því að ef þið notið hægri smellið, þá getið þið mælt vegalengd héðan. Þið sjáu að þetta er bein lína á hnetti, svo skiptið þið yfir á kort. Þetta er algjör snilld. Bein lína á milli Íslands og Japan, beint yfir Norðurpólinn, nokkurn veginn. Sjátt á hnetti og skipt á milli. Hins vegar er þetta mjög óþægilegt fyrir, eins og segja, jarðfræðikennslu. Þannig að það sem er hægt að gera er að fara hérna og leita að létt útgáfu. Hérna niður í horninu er elding og ef þið eru í fullri útgáfu þá eru þið með hnöttin og allt. Það sem ég geri er að hérna er ég með þessa léttu útgáfu. Og þá er ég ekki með þetta sem hnött, heldur bara sem eins og kort. En ef þið zoomið út í þessu útliti, þá sér maður flekana hérna ljóslifandi fyrir sér. Það er að segja, hérna erum við með Ísland og hér er Atlantshafshryggurinn og hann teygir sig hérna undir Afríku, hérna yfir í Indland, hér er Indlandshryggurinn og hann teygir sig áfram yfir í Asíu og hann fer hérna norður og hryggurinn fer hérna áfram, norður Íshaf og þannig að þessar ljósu línur eru hryggjarkerfi jarðar. Dökku línuna hérna á móti, það er þar sem það eru flekarnir að fara saman, sökkbeltin. Hérna við Japan, allt í kringu Kyrrahafið, hérna við Nýja-Sjáland og þetta held ég að væri brilljant í að kenna bara reyndar mjög fínt í tengslu við samfélagsfræði. Áhrif jarðfræði á líf fólks.
það er að segja jarðskjálftar. Allir stærstu jarðskjálftarnir eru hérna við þar sem við erum með þessa samrek, sem flekaskil, þar sem flekarnir fara saman. Og þetta áttuðu við okkur ekkert á fyrir en bara í kringum 1950-60. Og þetta eru mörg þéttbýlustu svæði jarðar. Þannig að leið og ég reyni yfirleitt að rifja upp með krökkum hvort þau muni eftir einhverjum jarðskjálftum sem hafa orðið erlendis, stórum. Þau geta nefnt yfirleitt Japan, Nepal stóru skjálftar, einhverjum muni eftir Haítí skjálftanum. Og svo þetta voru stóru skjálftarnir daginn í Nýja-Sjálandi. Og þetta er allt í tengslum við fleka sem að klessa saman. Það er fleira hægt að skoða á þessu Google Earth. Hér er ég með þennan eina stóra fleka sem er ekki meginland, sem er Kyrrahafsflekinn hérna. Hann rammast inn hérna af þessu sökkbeltum hérna og Kyrrahafshryggnum sem liggur hérna frá Galapagos suður eftir. Og það sem ég hef mikið nefnt og talað við krakkanum eru þessar eyjur hérna í miðjunni. Hvað er músin? Sem eru Hawaii. Krakkanir hérna tengja rosalega vel við Hawaii, aðrar eldfjallaeyjar og hérna að með þess að hægt að skoða á Big Island, stóru eyjunni, ef þið eru með Google Earth, þá sér maður beinlínis eldgos sem hefur búið að vera í gangi þar síðan á 9. áratugnum. Þetta er alveg rosalega flott. Ég spyr krakkana hvort þeir haldið að sé hægt að sjá eldgos úr geimnum. Og hér þetta sem kannski ekki allir sjá kannski auðveldlega, sem er sko, við erum að horfa beint ofan á risastórt eldfjall. Þannig að Mauna Loa sem er virkasta stóra eldfjalli hérna á Hawaii. Þetta eru hraun sem að leki hérna niður hlíðarnar af því. Og þetta hérna, það er hægt að leika svo endalaust með Hawaii. Það er að segja, skoða til dæmis áhrif þess að hérna eldgos á byggðina þar sem að heilu hverfin fóru undir hraun og eru ennþá að gera það. En annað sem er eiginlega enn skemmtilega af Hawaii er að tala einfaldlega myndun eyjanna. Og þetta er þannig myndað að við erum með heitan reit hérna undir, sem er svona svipaður undir Íslandi, en Kyrrahafsflekinn sjálfur er alltaf að hreyfast. Hann hreyfist hérna í norðaustur. Þannig að hérna er yngsta eyjan, hér er elsta eyjan. Gott sjónarhorn á það, ég segi þetta er yngsta eyjan, hver er elsta? Og krakkarnir áttu sig yfirleitt á því að minnsta eyjan hlýtur að vera elst. Þess að það er búið að grafast mest af henni. Sem er nú reyndar nokkurn veginn þannig. Þetta er þannig að þetta er svo færiband. Eyjar, hér er alltaf eldvirkni, svo hreyfist hún með flekarekinu, þá kemur nýja eyja hérna upp. Og svo áfram. Þannig að þessi hérna eyja fyrir 3 milljónum ára, þegar þær voru myndast, þá voru þær nokkurn veginn hérna. Svo framalega sem við getum talað einhverja fasta staðsynningar í kerfi sem er alltaf á hreyfingu, sko. Þetta gerir þetta allt frekar flókið. En það sem ég geri er að ég tala Hawaii, þetta eru elstu eyjarnar. En það er alltaf gaman að spyrja sko krakkana, haldið þetta séu fyrstu eyjarnar. Þegar þá fattaði þau leið að þessar eyjar hérna eru að hverfa. Það gæti vel verið að það séu eldri eyjar sem eru þegar horfnar. Og þá kemur Google Earth sér alveg gríðarlega vel. Farið hérna á gerðarhnöttinn. Og sjáið þið, hérna eru neðansjávarfjöll. Og þetta hérna reyndar, þetta hérna svæði, þetta er stærsti held ég neðansjávar þjóðgarður í heimi. Gott ef ekki eini þjóðgarður í Bandaríkjunum sem er allur neðansjávar. Og þessi eyjabogi,
hann teygir sig alla leið hérna upp til Kamtjatka. Og ég held að séu tegundir þarna á Hawaii, sko, blóm og tré sem hafa einangrast í 20 milljónir ára. Fylgdu sem sagt komu upphaflega til eyjanna hérna frá meginlandinu og hafa svo ferðast með þeim hingað og eru núna hérna út í miðju hafi með enga tengingu við sko umheiminn. Og ef þið skoðið hérna hafsbotninn hérna í kring, þá jafnvel minnstu eyjarnar sem eru varla meira en bara rétt hólar upp úr hafinu, eru í rauninni toppar á 5-6 km háu fjöllum. Því að hafsbotninn hérna í kring 5-6 km djúpur. Sem gerir þessa hérna fjöll að rauninni stærstu fjöllum, eða svona eldfjöllum jarðar. Því þau náu þetta ekki bara upp á sjónum, heldur eru ná niður á hafsbotn. Það er að skoða alls konar hérna. Það sem ég sýni mikið og tala Atlantshafshryggurinn. Hann tengist Íslandi svo rosalega sterkum böndum. Og hérna sjáum við að hornið á Suður-Ameríku passar inn í Afríku og líka hitt sem ekki síður skemmtilegt að þessi Vestur-Afríku bunga hérna, hún passar hérna inn við Norður-Afríku. Því að þetta lág þetta allt saman, þetta svo eitt stórt púsluspil og hér mikilvægt átt að sjá því að það jafn langt frá hryggnum til Afríku eins og frá hryggnum til Suður-Ameríku. Einfaldlega vegna þess að þetta lá saman á þessari hérna línu. Við búum að færast í sundur með jöfnum hraða. Ísland kemur inn í þetta hérna fyrir norðan. Stundum hef ég látið krakkana fylgja þessari línu hérna suður fyrir Afríku, yfir í Indlandshaf, hérna eru hryggirnir í Indlandshafi og áfram yfir í Kyrrahafið, bara þess að sýna þeim að það nákvæmlega ekkert ofansjávar á hryggnum, nema auðvitað Ísland. Þannig að það í rauninni býsna sérstakt þessi eyja hérna. Og hryggurinn, hann liggur hérna í gegnum landið. Ef þau myndu fara á Veðurstofuna og sjá jarðskjálfta yfirlit seinustu 10-20 ára eða svo, þá fengju þið einhverja mynd eins og þessa hérna. Hér erum við kort af Íslandi og þetta mikilvægt þess að átta sig á því sko hvar nákvæmlega flekaskilin liggi í gegnum landið. Krakkarnir þekkja yfirleitt Þingvelli, einhverjir hafa komið út á Reykjanes þar sem brú á milli heimsála og en ef maður setur upp annars eldvirkni á landinu, aðalega einkum og helst jarðskjálftavirknina. Þetta eru jarðskjálftar seinustu 20 ára. Gögn af Veðurstofunni og þannig að einn lítill rauður punktur einn jarðskjálfti og þá sér maður að hryggurinn kemur hérna á land, hann heldur áfram hann fyrir norðan og svo þetta að þræða sig eftir jarðskjálftunum í gegnum landið. Og þá fáum við þessi hérna flekaskil sem eru flekaskilin í Íslandi og þá þetta kemur í ljós að við erum ekkert á Evrópuflekanum heldur í Norður-Ameríku og svo framvegis. Stórskemmtilegt. Hérna vandast svolítið málið, krakkarnir að spyrja en Ísland þá að geta rifni í sundur, sem alltaf mjög skemmtilegt. Það auðvitað þessi framleiðsla á flekaskilunum veldur því að Ísland alltaf ofansjávar og þetta auðvitað ferli sem búið að vera gangi lengi. Ef maður búin að taka þetta tala Hawaii, tala þetta fyrstu eyjarnar ekki endilega elstu eyjarnar, þá verður miklu auðveldara að tala hérna þróun Íslands. Maður spyr hvað, elsta bergið það hérna á Austfjörðum og Vestfjörðum, 15-16 milljón ára. Það hlýtur auðvitað að hafa verið í miðjunni fyrir 15-16 milljón ára. Hvað verður Ísland þá stórt?
og krakkarnir ímyndi sér einhverja smá ræmu. En þá átti kemur í ljósa að þetta elsta bergið núna en ekki fyrsta bergið. Og krakkarnir átti sér það á því að rofið þetta búið að vera að skafa utan á landinu endalaust. Og mér finnst jarðfræði, vandamálið við jarðfræðikennslu kannski, eða svona hugmyndi fólks jarðfræði á Íslandi, að fólki finnst þetta hérna langmest spennandi. Eldgos, jarðskjálftar, jöklar og einhver læti. En ef maður horfir á tímaskalan, þá tekur þetta 1/20 af tímanum, uppbygging, svo rofið bara afgangurinn. Og það endar alltaf hérna út í sjó, sko. Og þannig að þetta svona að tala uppbyggingu eins og Íslands, hvað þetta sko, uppbyggingin tekur í rosalega stuttan tíma, en svo rofið alveg, allur tími í rauninni fer bara í það meira og minna. Og ef þið skoðið Google Earth, þá sjáið þið að hér í kringum Ísland svona eins og breiður stallur, landgrunnið. Þetta allt berg sem hefur einhvern tíma verið ofansjávar. Þannig að þetta rauninni, þetta hérna Ísland, þetta hérna berg sem rauninni bara búið að grafa út. Jöklar, ár, vindar og vatn. Reyndar, Ísland var ekki stærra. Þegar þetta var þurrt land, þá var Ísland minna hérna í miðjunni og svo framvegis. Annað sem eftirtektarvert, og ég svona að reyna að tala upphaf Íslands. Það þetta kannski það mikilvægast að fólk áttu sig á því að krakkarnir viti svona hvernig þetta myndaðist. Og það liggur rosalega vel í Google Earth. Þið sjáið að hérna á hryggnum, þetta á svona 1,5 til 2 kilometra dýpi, hryggurinn hérna, og hérna líka. Og víðast hvar úthafshryggirnir svona, 2 kilometra dýpi. Það sem gerist að þetta eru hryggir vegna þess að þegar bergið að myndast, þá það heitt, þá rís það hátt upp. Gerist að með tíðu tíma þá rekur þetta sitt hver átt og þá sekkur bergið, þá kólnar, sekkur ofan í möttulinn. Og þannig að berg sem 30 milljón ára gamalt og komið svona tiltölulega hérna langt frá hryggnum, það búið að sökkva svona 1,5 kilometra. Þannig að hryggurinn gnæfir yfir berginu sitt hvorum megin. Bergið hérna milli Íslands og Grænlands og Íslands og Færeyja, það 20-30 milljón ára gamalt og ætti raunin að vera komið á töluvert mikið dýpi. En þið sjáið að hérna eru grunnir hryggir. Þetta Grænlandshryggurinn og Íslands-Færeyja-hryggurinn og þeir hérna mesta dýpi milli Íslands og Færeyja hérna ekki nema 500-600 metrar, sama hérna megin. Og það skýrist þetta af því að upphaflega þá var þetta þurrt land. Og hugmyndin Ísland, að Ísland hafi myndast sem eyja út í miðju hafi, ótal Surtseyjargosum, sem svona okkar klassíska myndun landsins, hún rauninni alls ekki rétt. Hún bara einhvers konar þjóðsaga eiginlega. Þannig að upphaflega ef við færum 10 milljón ára aftur í tímann, þá var Ísland tengt við Grænland og líklegast Evrópu hérna. Tengingi hérna á milli Íslands og Evrópu rofnaði fyrir svona 8 til 12 milljón ára. Síðar hérna. Þannig að tíð hefur Ísland verið svona eins og tangi hérna út á Grænlandi og hérna rofnaði fyrir svona 6 milljón ára, öllu líkindum. Og þetta stutt bara alls konar steingerning á gögnum. Við erum með plöntur sem gætu ekki hafa komist til Íslands nema landbrú. Og hér hafa fundist í Vopnafirði fannst 1980 lítið bein af hjartardýri sem þetta mjög áhugavert, sem segir okkur að ef við fyrir 3, 4, 5 milljón ára þá hefur verið hérna ríkuleg fána. Þannig að þetta svona það sem að mér finnst
skemmtilegast að kenna flekakenninguna og Ísland og tengsl hennar við hana. Eitt áhugavert, maður skoðar þetta betur, þá til dæmis það er eitt staður sem er svona eins og hliðstæður við myndun Íslands. Eða ekki kannski við myndun Íslands en við svona hvernig Atlantshafið opnaðist fyrir 50-60 milljón ára. Og það er hérna í Afríku. Það er hérna Sigdalurinn mikli hérna í Austur-Afríku, það er rek að hefjast. Rauðahafið, það er svona, getum við ímyndið sér eins og Atlantshafið hefði litið út nokkrum milljónum ára eftir að byrja að opnast. Þannig að hérna erum við með svolítið svona skemmtilegt að bera þetta saman hérna við Ísland, tengja þetta við Afríku og fleira. Mjög áhugavert. Er einhverjar spurningar um þetta? Ekkert tengt þessu. Það sem ég ætla eiginlega að tala svo núna, þá bara hérna upp að borði, sýna ykkur aðeins bara örlítið af þessum steinum sem ég er með. Eru steinumsefni í skólanum hjá okkur eitthvað? Já. Já, eitthvað svona nothæft. Það er svona, oft eru steinumsefni sem er kannski ekkert mikið í notkun, sko. Það er rauninni ekkert mikið mál að búa til, sko, allavega íslenskt. Það er þetta sér bara gjalli og hér er hraunmóli, þetta er Fimmvörðuháls gosinu og ef þið eru með víðsjá eða smásjá eða eitthvað svoleiðis þá er þetta hægt að skoða eins og kristallana í hraunmólunum. Hér er ég með íslenskt gabbró norðan og það sem er svona liggur beinast við í svona steinakennslu eru þetta einfalda, sko, svo munur á eðlisþyngd. Hvað segirðu? Þreif á þessu svona. Þreif á þessu, munur á eðlisþyngd, litur, áferð. Hér er hrafntinnan. Þessi flottur. Frá Hofsjökli þessi. Og hér er vikurmóli. Og ef þið reddið ykkur Hekluvikri eða Kötluvikri þá er þetta hægt að leika sér með eðlisþyngd og láta hann fljóta á vatni. Algjörlega brilljant. Brennisteinninn er íslenskur. Ég líka sér svona með gull eða glimmer með íslenskan. Íslenskan? Svona eins og gildi, þannig með glimmersteinnina. Já, þessi, já. Ég sé svoleiðis. Já, þetta er hérna glópagull pírít. En svo er eins og krakkunum finnst alltaf þessi steingeringar vera aðalmálið. Þetta er nú bara box sem ég keypti út í London, kostaði nú ekkert sérstaklega mikið. Og það er ammoníti og þessi þríbroti hérna, rosalega skemmtilegir. Ammonítanir og lengi vel var þetta eina svona helsta sem ég tengdi við risaeðlur. Það er að segja ammonítinu dó út á sama tíma og risaeðlunar. Þríbrotarnir eru dánir út áður en risaeðlunar rauninni verða til. Svo var ég reyndar að koma frá Marokko þar sem ég keypti mér svona risaeðlutönn. Vinur minn á lærilegg úr risaeðlu, svona bút, það er mjög svona stór. Jéminn. Og þessi stærð. Já. Og hann sagði til mig, ok, en þú getur ímyndað þér, hann er steingerður þessi. Hversu stór var hann þegar hann var fullur á lofti og dóti? Já. Og hversu stórt var þá lærið? Já. Hérna, þríbrota. Þeir eru alveg ótrúlega flottir. Þessir, sko, eins og ég segi, að það er, sko, þessi steingeringa svona pælingar, það er eiginlega snúast svona mikið tíma bara. Hvað tíminn gerir við okkur öll og hvað hann gerir við lífverur og hvernig, sko, allt þetta hérna, hvað er þetta ekki 99% af lífverum sem hafa lifað eru útdauðar og allt þetta. Sem er rosalega áhugavert og eins og tími, sko, að tala nú er Ísland ungt, en samt er 99% af því sem við sjáum hérna, sko, orðið til áður en maðurinn var til sem tegund. Minnum að það er gaman að hugsa svoleiðis. Þannig að það er rauninni svona það helsta. Hvað er þetta? Þetta er nornahár. Já, það er hólgrið. Já. Ef þið viljið snerta, maður meiði sig á þessu þetta. Þetta er svo steinull. Þetta er alveg
algjörlega magna. Hvað kom þetta? Þetta er Holuhraun, Nornahár. Þetta er eiginlega alveg fáránlegt, sko. Hvernig myndast þetta? Þetta er einhvers konar svona, svolítið svo vikur. Þetta er bara svona, Fígur. spinnist þegar þetta kemur upp í gosinu. Svo spinna ull, nema þetta bara, já, steinn, þessu skrítinn steinn. Svo er ég með þess að hérna sem er eyðimörk rósir og maður þarf ekki að hafa sko áhyggjur af því að kaupa þetta því að þetta myndast á 50 til 100 árum. Þetta er svona með hraðvöxnustu kristöllum sem að finnast. Því að flestir ég meina allt þetta hérna dót þetta tekur sko 100.000 ára að myndast. Er þetta bakkalút og hvítur? Hvað er þetta? Nei, þetta er hérna, hvað heitir þetta eftir? Ókenít. Þetta er svona mjög fíngerður segulíti. Jú. Já, hérna var einn skemmtilegur, sem keypti líka úti. Þríbróti. Skeggjaðir. Og þessi þríbrótar hérna þetta eru svona með þeim eldri. Þetta er ekki alveg, þú ert ekki að sína þetta. Nei. Þetta er spennt, þetta er æðislur. Hefurðu séð inn í hann? Já, bara skóla. Ég sá inn í hann þegar ég kom að síðast. Hann er geggjaður. Þennan fekk ég í Nepal. Og þetta er þetta svo skemmtilegt því að þessi steinn fannst í 2500 metra hæð. Sjávardýr. Sjávarbotn. Það er búið að þrýstast upp þetta sett frá, þetta er svona 150 milljón ára. Var sett áður en Indland og klesti á Asíu. Það var þar sjávarbotn. Svo ýtist þetta allt upp í fellingunum, upp í Himalajafjöllum. Þannig að hérna, já, ég er einmitt, leikum stundum að ég spyrja krakkana hvernig ég óskum það geti gerst. Þessi er æðislega snæður. Það er rosa flottur. En svo ætla ég að enda á sýningur hérna eitt stutt myndband sem ég nota einmitt mikið. Í þessari kennslu tengt svona þessum hérna steingervingum og tímaskala. Það er myndband sem þetta er einhverju hollendingar sem byggu þetta til og þetta er hvort það séu 40 eða 50 myndir af þróun mannsins frá einfrumungum í sjónum og svo bara stiga stigi. Og þetta er svona það besta sem ég hef séð. Það á að vera hægt að fá þetta sem litla bók og gott ef ekki plakkat. Þetta þyrfti að láta bara þýða yfir á íslensku. Þetta er hérna evoboek.nl og hérna er í milljónum ára og hérna eru kynslóðir og hérna er tegundaheiti. Þannig að við byrjum á manninum og svo er spólað aftur í tíma. Og það sem er eiginlega brilljant við þetta er hérna alls konar vangaveltur krakkana voru við einu sinni svona. Og það allt sem er alveg, ég meina, rökrétt og við, þá fer maður að pæla í því Og þetta er hérna frumprímati, 45 milljónum ára. Svo spólar lengra aftur. Og þetta er frumspendýr þá, fyrir 140 milljónum ára. Þegar risaeðlurnar voru sem öflugastar, þá voru þetta bara stærstu spendýr á tímum risaeðlurnar, það urðu ekkert meira en bara einhver smá dýr. Og svo hérna fyrir 275 milljónum ára, þegar það voru ekkert nema skriðdýr á jörðinni. Þetta er svolítið skemmtilegt Þetta voru spendýrin ekki komið fram og þetta er forveri þá risaeðlurna, fuglana og okkar og svo framvegis. Og svo fer þetta bara áfram aftur í frostdýr og fiska, frumfiska og það var hægt að tala hérna alls konar fyrirbæri eins og bláfiskinn og fleira heita þetta. Og þetta er þá fyrir 550 milljónum ára eða svo, þegar þessi lífsprengja hófst.
En þetta eiginlega alveg frábært myndband. Einhverjar spurningar frekari? Eitthvað svona sem alltaf fyrir ykkur með flekakenninguna eða eitthvað svona, hvaða reynslu hafið þið af þessu? Hafið kennt, notað Google Maps í þessum tilgangi mikið? Nei. Við höfum bara í leikskólanum verið að sýna jörðina og svona og svo finnst þeim alltaf af því að þau eru svo sjálfmiðuð ennþá þau eru svo ung. Já. Að þeim finnst skemmtilegast að fara síðan inn á Ísland og svo inn á sitt hverfi og finna sitt hús. Já, einmitt. Og svo hafum við prentað út sko og þau settu á svona hverfiskort og þau fengið að setja mynd af sér í leikskólan og línu á milli. Já. Og þetta er bara þeirra áhrif sér þarna sko. Já. En þetta var þannig kenning, skilur, byrja að kenna þeim þetta. Já. Ég nota þetta í flekakenningu. Já, einmitt. Þetta er eiginlega bara langbesta sem ég séð sko. Og kenna og tengja við sko þegar það koma stóri jarðskjálftar. Það er þetta einu sinni 10 ári við einhverjum stóri jarðskjálftar erlendis og tengja þá við þetta og flekakenninguna og tala munin á sko þegar flekarnir eru ekki sundur og fara saman. Ég þakka bara fyrir.